Komið sæl og velkomin í TMO Motorsport. Það olíufélagið Skeljungur og Landssamband Íslenskra akstursíþróttafélaga sem hafa tekið höndum saman og ætla að bjóða ykkur upp á þessa þætti sem áður gengu undir nafninu Bílasport. Við erum stödd á Hellu og ætlum að fylgjast með BF Goodrich torfæru bílabúða Benna. Vegna mikils fjölda þátttakenda voru keppendur boðaðir til forkeppni klukkan 10 morguninn. Þá voru reknar 2 þrautir í hvorum flokki og gilda stigin og þeim áfram í aðalkeppninni. Einar Gunnarsson leggur af stað fyrstur keppenda hér í 3. þraut. Þar sem að geta hann efstur að stigum í Íslandsmeistaramótinu. Hjá mér staddur Guðbjörn Grímsson, sæll. Sæll. Nú Einar með 485 stig úr forkeppninni og í 5. sæti. Það eru 60 stig sem skilji á milli hans og 1. sætisins. Þannig að hann getur alveg náð 1. sætinu eftir þessa þraut, ef hann stendur sig. 60 stig geta fljótt að koma inn. En þarna fór hann út á þrautinni. Þá var hann til að renna mikið til í hliðarhallanum þarna. Bara niður dekkjunum. Já, það er mjög mikið hliðarhalli þarna og þarna verður hann ekki stopp og eitt dekk. Það verður dýrt. Það fer þó alla leið, en tók allt of mikið af dekkjum. Steinar Hauksson næstur á stað. Hann með 200 stig áður hann leggur af stað í þessa þraut. Sleppur við. Tekur annað og 3. áfram. Og þarna enn eitt dekkið. Hann fær 115 stig fyrir þessa þraut. Benedikt Eriksson með 305 stig áður hann leggur af stað í þessa þraut. Við fylgjast með honum. Þeir eiga til að byrja að renna út úr þrautinni þetta strax. Ekki málið að gefa bílnum aðeins inn til þess að haldi? Jú, það er alveg bannað að bremsa því að þá renna það til hliðar en þeim eiga heldur ekki fara á mikla ferð því að það er þröngt niðri. Hann fær aðeins 15 stig fyrir þessa þraut. Það var Gunnar Guðjónsson. Hann með 415 stig. Hann lætur bílinn skríða og vissir hann eitt dekk en hann... Já, það virðist vera komin einhver gjöð hóla þarna ofalega í brekkuna. Þá var það Halldór Kristoffersson. Hann með 165 stig. Það er svanta framdrifi hjá hann. Hvernig með öryggisbúnaði ef eitthvað kemur upp á? Jú, það eiga að vera slökkvitæki. Og hérna... Nó, þarna gerist óvæntur atburður. Þarna hefði einn bílum og strákarnir bjargaði þessu sjálfur. Það sem gerðist þarna var það að það fór nýtró inn á vélina á þess að bílinn væri í gangi startað og þá kom sprenging. Næstur eftir Halldór Gísli Gíslason. Svona öflugur bíl. Já, ferðið allaveg. Tekur af þessu síðasta dekki. Sigþór Halldórsson í 12. sæti fyrir þrautina. Þorstmar þokkalega frá henni, tekur 2 dekk. En fer ekki lengra. Það er 175 stig. Þóri Sjutt kemur hér á vextinum. Við sjáum hvernig það beitir afturdekkinu hann uppi. Ég hef mikla trú að þessi bíl virki vel í sumar. Það sammála mér. Já, ég hef nú viljað sjá hann beygja okkur til hina áttuna til þess að fara upp fyrir dekkinu aftur þetta. Það virðist vera svolítið þungur líka. Já, komið nú óvart. Hann vist ekki náða 1500 kíló. En hérna... Það var eitthvað seinna að gefa þarna síndis mér. Það var nú verið fórsækjum fyrir að fór ekki nefnda. Stefán Sigurðsson í öðru sæti fyrir þessa þraut með 540 stig. Hrópar hérna niður dekkjunum. Það er ekki nógu gott. Þá var það Ljónstaðaljónið, Tryggvi Leósson. Hann í 7. sæti fyrir þessa þraut. Nú hann og Eiður skipta bílnum á milli sín í sumar. Eiður keppir í sandspinnunni en
Tyrfingur í torfærinu. Þessar brautir eru mjög vandkerfið. Hugsa vel út fyrir svona hvernig það var að gera þess. Já, en þeir fara helst til mikið vinstra megin finnst mér og það hefur líka verið færing að fara þá við að kannski trengja brautirnar og láta menn þurfa að hugsa meira til þess að fá út mun á keppendum. Því að þeir eru allir orðin það jafnir að það er orðið erfitt að leggja brautir sem að gefa út úrslit. Það hefur líka verið komið fram hjá keppendum að þeir vilja fá brautir sem reyna á leiknina. Já, þeir þurfa þá ekki að fara heim að æfa sig í jökuleikni. Þarna er Óðinn Magnússon, hann er næst síðastu fyrir þessa þraut. Hann verður að standa sig núna. Ég vil gera bakk endalaust. Já, sem ég segja, hann gefur allt í botn í restina og klárar með tilþrifum. Það var það Helgi Sjutt. Helgi Sjutt hefur verið að sýna mjög góða næstur í sumar og þarna fer hann eitthvað. Já, Helgi er í 7. sæti. Ákveður það að reyna að ná dekkjónum og fer þarna út í þrautinni. þetta var gleðilegt. Já, það er ekki nema 20 stig fyrir þessa þraut. Það var Jón H. Hafsteinsson á fyrir sætinu. Hann er í 11. sæti með 280 stig fyrir þrautina. Hann er með minnstu vélina og einhvern veginn nær hann samt alltaf að gera ótrúlega hluti á þessu bíl. Það til dæmis að fara upp. Þrátt fyrir góða tilburði fékk hann ekki nema 5 stig fyrir þessa þraut. Hann fór út úr henni neðst í brekkunni. Það var Árni Kópsson. Hann þarf að verja Íslandsmeistaratitilinn frá því fyrra. Jú, sumari hefur ekkert verið mjög vel á staði hjá Árna. Síðustu 3 ár hefur hann verið blessunarlega laus við bilanir. Og það hefur kannski skapast mest út af bæði góðum undirbúningi og alltaf lítið ávegis heppni. En heppnin hefur eitthvað verið að hrekkja þetta sumarið. Og þá var það staðinn eftir 3 þrautir. Í fyrsta sæti Þórir Sjutt með 715 stig, Magnús Bergsson í öðru sæti með 690 stig. Það var Stefán Sigurðsson með 655 stig, Gunnar Guðjóns í öðru með 550 stig og svo Árni Kópsson í 5. með 545 stig. Og þá leggja af stað í 4. þraut. Það er Hlébarðinn sem er fyrstur, Sigþór Halldórsson. Hann verður að passa á dekkjánum. Sjáum hann tekur þarna 1 dekk allavega. Hann klárar með glæsifræ, vel að sé viki hjá honum. Og þá er það tannlæknirinn að austan og í axlinum. Það er gaman að sjá hvernig hann beitir aftur dekkjánum. Þessi dekka aftan. Svo kallar það superskúpur. Þetta eru álímdar stórar skóflur sem þeir nota. Þetta er hannað fyrir samspyrnubíla í Ameríku þegar það er komin einhver þúsundur hestafla. Það verður virka rosalega. Hann fær 240 stig fyrir þrautina og þá er það Jón H. Hafsteinsson. Tekur hann 1 dekk, annað dekk. Þeir verða að passa sig á dekkjunum. Það er bara mörgur stigum þegar það sópar svona upp dekkjunum. Og þarna enn 1 dekkið. Það var óþarfið þetta ekki. Já, og hann. Jón, finnst eitthvað að miskilja þetta? Það var að sleppa við, dekkin ekki taka þau öll. Enda það er hann ekki mikið. Reyni og keiri hann að bytta í stáni. Þarna brotna á millikassanum í hálfum. Fór ekki lengra að handa í. Svo hann að kastast um brotin. Hann fékk aðeins 50 stig fyrir þrautina. Og þá er það Magnús Bergsson. Hann virkar vel hjá hann bílinn núna í sumar. Já, Magnús er líka góður ökumaður. Hann er ekkert að ofbjóða, hann fer þetta bara. Já, þrjóskan þetta. Nei. Fer það næstu því allt. Hann fær 255 stig fyrir þessa þraut. Þá erum við staddir í 5. þraut. Þarna er búið að vinsa úr og aðeins 10 keppendur sem halda áfram. Þórir Sjutt er að leggja hérna
í þrautina. Hann er eftir á stigum, er það ekki þannig? Hann ætti að njóta sín vel með afturbeygjunar. Jú, hann er eftir með 955 stig. Fyrsta dekki sem tekur og þetta er annað. Og klárar þetta glæsilega. Fær 230 stig. Stefán Sigurðsson er næstur. Hann er í 3. sæti með 925 stig. Nú þessi þraut byggist mikið á ökuleikni og þá er tilvæglega að rifja upp refsastigin fyrir stopp og bakk. Jú. Fyrir að stoppa eru 15 stig, það eru 30 stig fyrir að bakka og síðan eru það samanlagt 15 stig fyrir dekki, þannig að það er dýrt að þurfa að stoppa og bakka. Nú að fara allar leið þetta, það er hann að rétt. En það er líka þeir mega bakka alltaf einn í bíllengd og það er, ég teki því að keppinu nýta sér það ekki. Þeir bakka bara kannski 50-60 cm í stað þess að nýta bíllengdina. Og fá þá ekki eins mikið út úr bakkinu. Nei. Þannig er Árni Kópsson að leggja í brautina. Hann er að gera það alveg hárrétt þarna. Þarna skiptir tíminn greinilega ekki máli. Hann er fyrir að vanda sig. Hann er alltaf að halda öllum stigunum. Hann er alltaf alveg við það að stoppa þarna. Það er spurning hvernig ná að meta það. Skulum taka eftir hann á í einhverjum vandræðum með stýrið. Það er að taka mikið á til að beygja. Og raunin var sú að það fór hérna stýrismaskinu í þessari þraut. Það vissi greinilega hérna, það kemur upp brekkuna. Bílarnir hafa svolítið verið að hrekkja Árna í sumar. Hann hefur verið blessunarlaus við það síðustu 3 ár. En það er alltaf ykkur smá heppni sem spilar inn í þetta. Það var það Einar Guðjónsson. Hann stendur sem ekki nógu vel. Hann er í 8. sæti fyrir þessa þraut. Með það að hann skyldi vinna Greifatorfuna, þá ætti hann að vera ofar. Það fær 215 stig. Magnús Bergsson stendur sig hins vegar mjög vel. Hann er í 2. sæti með 945 stig. Keyrir þetta mjög vel. Og fær 200 stig. Það tók niður hans mikið að dekki það. Það er Gunnar Guðjóns. Hann klárar þetta vandlega en tekur þó dekk og klárar ekki. Nei. Ólíkt Gunnar. Það er 180 stig. Bara Sigþór Halldórsson á hlébarðanum. Takk eftir hvernig hann svindlar á þessu dekki. Hann ætlar sér ekki að fella það. Það er hins vegar utan við það og tapar stigum samt sem áður. Málið er það að hann var að reyna að rétta bílinn við því að hann er ekki með bakkir, var ekki með bakkir alla keppnina. Það verðist vera rétt í búnaði því að þá gerir maður það rétt. Og klára þetta með glæsibrag, fær 440 stig fyrir þrautina. Og þá er það staðan eftir 5. þraut, Þóri Sýttir í fyrsta með 1185 stig, Magnús Bergs í öðru með 1145 stig, Stefán Sigurðsson í þriðja með 1140 stig, þá Tyrfingur Leósson í 4. sæti með 1015 og Einar Gunnarsson í 5. með 950 stig. Þá er það aðalbraut hellumanna, það er tímaþrautin. Keppendur þurfa að keyra þetta á sem skemmstum tíma, jafnframt að ná sem lengst, helst að klára brautin. Þeir þurfa að byrja á því að fljóta hérna yfir vatnið til þess að spara tíma. Í staðinn sem þurfa að keyra rólega yfir það, þá greiða þeir tíma á því að fleyta bílnum hérna yfir. Eins og við sjáum þá sekkur hann þarna. Helgi Sýtt er þarna með einkennilega höfuðbúna. Þetta er ákveðin hjálmur með filmu sem rennur til hlýðar og þurrkar alltaf af vatnið sem hellur á hann. Og Helgi er í 8. sæti fyrir tímaþraut. Allar möguleika á að ná allavega 2. og 3. sæti ef hann keyrir þetta vel. Það getur skipt sköpum að keyra þessa þraut vel. Tímabrautir, hún gefur alltaf mjög mikið, eða getur skipt mjög miklu máli með endanleg úrslit. Því það er ekki bara tíminn heldur að komast hann alla. Þarna nota ég fánægista dekkjana til þess að sjáist. Rauði fánarnir á hægra megin og gulu vinstra megin. Þarna á veruleikum. Nei.
til að sökkva þarna í pittinum. Þetta er alveg syngjandi dý. Já. Þarna er Reynir Sigurðsson. Sá hvernig hann fleytir yfir ána. Já, hann gjörsamlega hverfur bara. Nei, það kemur hann aftur. Hvernig er best að undirbúa bílana fyrir svona bleyti? Silikon á vélina? Það þarf að halda í hreinu og silikon og verja það mjög vel. Hitinn grillar mikill af vélni og gufan streymir upp. Og farin að fúska. Það er ekki gott fyrir mýruna. Þeir þurfa öllu power að halda sem að þeir hafa í vélni. Til að fara á mýruna, já, það þarf allt og helst eiginlega meira til. Og hann að klára hann. Komst ekki lengra. Árni Kópsson hefur hins vegar alltaf átt góð tilþrif í þessari þraut á hellu. Á til að fleyta fallega yfir árnar. Þetta misst hann hásingan hann á ferð og datt niður. Búin að hérna á henn. Já. Og svo er það bara að berjast í mýruna. Fylgjast með árnar. Þess maður geta að Jón Ragnarsson var fyrir þetta keppninni og lifði sig mjög inn í keppnina og líkaði mjög upp á hana. Árni hefði betur gert nota nýtrói. Það hefði skilur hann 1000 hestökum, hann hefði mjög langt að því. En hann var í 9. sæti fyrir þessa þraut og kláraði þarna, stoppaði í pittinum. Hann fékk þá 195 stig. Þá var það Einar Benediktsson á bleika partusnum. Það þarf að hafa sér allan við að hann ætlar að ná toppbaráttunni. Hann er í 5. sæti fyrir þessa þraut með 950 stig. Eitthvað fann að fúska hjá hann á vélinn. Það kann ekki góður lukk að stýra. Þetta kláraði þarna. Það var ekki lengra. Magnús Bergsson hins vegar í toppformi. Endurreipuð þarna á honum. Hann er aðeins að bíða eftir að reyna vatnið úr loftsíðunni var mér sagt. Hann sér þarna inn í loftsíðunni aftan frá og hann beið bara með að vatnið rann niður og svo startaði hann inn. Þolinmæðin virðist að koma sér vel fyrir hann núna. Þannig að dreipur hann aftur á bílnum. Já, það var bara að bíða eftir. Heldur áfram. Sjáum að Unimoggi var kominn tilbúinn að draga hann upp úr. Það hélt nú ekki að Magnús. Hann er í öðru sæti fyrir þessa þraut og nú er að gera að standa sig. Á bara að gefa í og halda snúningunum á dekkjunum. Eitthvað er nú fann að fúska hjá hann á vélunni, hann kraflar sig samt alveg ótrúlega áfram. Fúska sem þarf. En það sjá menn eflaust lítið út úr hjálmunum í þessari mýri. Mikið drullið á hamagangur. Já, það finnum ekki lengra. Þeir eru allir á blauti, þeir hafa enga orku til að klára þetta. Já, og nota bensíngjöfina. Gunnar Guðjóns kemur núna á flegiferð. Hann er ekki að fljóta alla leið. Og þó, samt náður langt, heldur góðri siglingu. Hann geti náð góðum tíma, skulum fylgjast með því. Nei, hann stoppar þarna. Ekki alveg. Nei, hann heldur áfram. Það er mjög þrjóskur keppnismæður og lætur fátt stöðva sig. Nú Gunnar er líka nýtrólus. Hann notar ekki nýtró í þessari keppni. Þess vegna geta þennan beinskiptum bíl. Það borgar sig ekki fyrir hann að kúpla frá í mýrinni. Hann voru að halda hjóðinni bara í botni og siglingunni.
En þarna sekkur hann í pittinum eins og þeir flestir. Það var hann Sigþór Halldórsson. Hann getur ekkert baka, hann verður bara að fara áfram. Þá er það þrjóska sem gildir. Lítur vel þarna yfir. Einna lengst af þeim, sýnist mér. Og ekkert fúsk. Þetta er geysileg keppnisbarátta í Jónas Sigþór. Það er ótrúlega harður keppandi og hann gefur aldrei neitt eftir. Það er svona að vera gaman að fylgjast með honum í sumar. Nei, heyrðu, hérna fer hann út úr þrautinni og út fyrir rauðaflakið hægra megin. Það er þýðir það að hann er komið út úr þrautinni. Hann reynir hins vegar að komast inn í hann aftur en fer bara hringi kringum flaggið. Hérna kemur svo illa ekki bakkið inn. Það vísum að það náttúrulega bara stoppa hann eða eitthvað að fara að hægja á sig þarna. Nei, það er enga bakk, bara að keyra. Það vísum fær hann ekki fleiri stig því hann er komið út úr þraut. Þetta er glæsilega kippt hjá honum. Já, fyrsti keppandinn að komast alla leið út úr pittinum, þar að segja. Þá er það bara enda spretturinn. Hann sér eflaust lítið út því hann er drullugur upp fyrir haus. Þetta er glæsilega kippt hjá honum, Sigþór. Ekkert mál. Skulum sjá aftur þegar hann fór þarna út fyrir þrautina. Hann virðist ekki hafa séð nógu vel út þegar hann beygir ekki í tæka tíð. En þetta eru mikil tilþrif hjá honum. Hann ætti að skilja að fá tilþrifsverðlaun fyrir þetta. Ég hef ekki bara að gefa honum það hér og nú. Já, til hamingju, Sigþór. Það var það Þórir síðan. Hann ákvaði að setja 44 tómu mönterdekk undir bílinn og ætlaði að sigla bara í rólegheitunum þarna yfir ána. Þetta var aðeins dýpri fylling en svo. Það hefði mátt vera snjór þannig til hann geti notað þessar blöðrur. Já, en sko, var ekki eitthvað skiptingin að rekja líka? Svo bara veifar hann eins og ekki að sé sjálfsögðu. Hann er eitthvað að róa áhörfundur svo þið gleymið sér ekki í fagnalátunum. Það fer þetta nú full rólega, hann getur nú fyrir aðeins ræðið þetta. Ég held að skiptingin, hann hafði mist allt út af skiptingunni. Já, það rann út olíu á skiptingunni. Og samt svona ykkur á vélma og gerist ekki neitt. Það er eins og bílinn þola ekki dekkin en það er á og frá. Hann er mjög kraftmikill, 730 hestöfl. Þetta var slyssalegt maður. Já, hvað gerist? Það var bara einhver paktós eða eitthvað smottir sem gaf sig í skiptinguna og hún tæmdi bara af sér olíunni og hætti að virka. Það var bara þurr, ég fór á hann og hellti bara olíu og hún tók af stað strax en það spíaði bara út af sér auðvitað aftur. Já, auðvitað. Þannig það er allt í góðu gengi, það er bara einn djúvis paktós eða eitthvað. Djúvis ofnum. Hvað ætlar að gera við næstu keppni? Verður ekki allt komið í lag þá? Jú, þetta er örugglega bara smáraður. Brotni. Hvernig virkuðu dekkin? Ég er alveg sannfærður um að þau virka ágætlega í svona mýri. Hann hætti bara að taka á og dekkið snýrst ekki neitt. Ég gíraði hann niður í lágadrifið og tók aðeins á, þau snýrust aðeins og hann var alveg laflaus þó hann var í kjurr. Allir þessi bílar eru gjörsamlega fastir ef þau stoppa. En ég hef komist á stað þarna, enda fór ég á stað aftur 2 sinnum. Það er málið með þessum dekkjum, en hann flaut nú ekki nógu vel yfir vatnið. Nei, ég sá bara alla vera að bleita sig í ánni og ákvað bara að lulla ána því það var enginn sem náði tíminn greinlega skiptið og litlu máli. Það var bara að koma sér lengst. Þannig ég ætlaði bara að taka þetta á örygginu, kveikja mér í fyrsta sætið, lulla bara henni yfir ána og svo gefa allt í botni í mýrinni. En því miður þá var bara olían farin á skiptingunni. Og þá er það loka staðan í BF Goodrich torfæru bílabúðabenna. Í fyrsta sæti Magnús Bergsson með 1310 stig, öðru sæti Þórir Sjött með 1290 stig og þriðja sæti Stefán Sigurðsson með 1185 stig. Og þar á eftir koma Tyrfingur Leósson, Gunnar Guðjónsson, Helgi Sjött, Einar Gunnlaugsson og Sigþór Halldórsson er í 8. sæti. Þrátt fyrir geysilega góð tilþrif í mýrinni. Þá kemur Árni Kolbsson í 9. sæti, þar á eftir Reynir Sigurðsson, síðan Steinar Hauksson, Benedikt Eiríksson þar á eftir, þá Gísli G. Jónsson, Jón H. Hafsteinsson, Óðinn Magnússon, Halldór Kristoffersson og loks Sigurður Axelsson. Næst skulum við sjá sandspyrnukeppnina sem framfór í Jósefsdal 31. maí síðastliðinn. En það er Valur Ívarsson sem er kunnur kvartmýlukappi sem ætlar að líka. Hann stendur hann alltaf líka. Það stóð sér vel á Akureyri, var í fyrsta sæti eftir mótið. Jú, já, hann er eftir til Íslandsmeistara eftir það mót. Þá var það
Guðni Jónsson. Hann er með 415 stig fyrir þessa þraut. Eitthvað verðist að nú fara að fer þarna út á þrautinni sýnist mér. Hann er eitthvað að villast. Það nýta sér það að fá að bakka eina bíllengd og standa hann svo. Það döði ekki. Eitthvað mikið að dekkjum og bakki sem gerur hann fara ábyggilega lítið til þess braut. Þá er það Guðmundur Sigvaldason. Hann er með 515 stig og er efstur að stigum eftir fyrstu 2 þrautirnar. Guðmundur er góður ökumaður og útsjónarsamur og vel smíðað bíll. Og hann er í 7. sæti í Íslandsmeistaramótinu. Hann var óheppinn á Akureyri en þú tókst eftir því hvað hann fór ofalega þarna, mikið ofar en allir aðrir. Já. Tók þar að leiðandi ekkert að dekkjum. Og fékk 160 stig. Það var það Gunnar Guðmundsson. Gunnar er gammal reyndur og ætti nú að geta sýnt okkur til því þarna. Hann er í 5. sæti fyrir þessa þraut með 445 stig. Hann fer þarna áfallalaust, tekur ekki nein dekk. Þarna voru nú 2 stopp að mínu tilliti og ég hefði viljað mínusa fyrir það. Hann fær að vísu ekki fullt hús, hann fær 170 stig fyrir þrautina. Þá er það Stefán Gunnarsson. Hann er í 7. sæti fyrir þrautina og er með 415 stig. Stefán Gunnarsson er gammal reyndur. Hann var Íslandsmeistari í 90 og fekk þennan bíl lána fyrir þessa keppni. En sýndi það að hann hafði engu gleymt. Hann vildi aðeins að kynast bílnum og svo sýndi hann gamlu taktana. Við sáum hann Jón Sandi yfirleitt ekki á feldið, að þeir missa ekki stig með það. Hann fær 115 stig fyrir þessa þraut. Þá er komið að Þorsteini Einarsinni. Hann er í 3. sæti fyrir þessa þraut með 460 stig. Hann missir hann þarna niður. Og bakkar. Geysilega í þessum bíl. Já, við sjáum hann í baksýn að þeir eru tilbúinir á dráttarbílnum frá Krók að kippa í bílana eða festast. Jú, þeir eru eins og skátarnir, ávallt viðbúnir. Og það var það Steingrímur Bjarnason. Hann er í 8. sæti fyrir þessa þraut með 405 stig. Jú, hann var í 4. sæti á Akureyri og hann þarf nú að fara að taka sig á, já, hann ætlar að ná því að verja Íslandsmeistaratitilinn. En hann er harður. Og hann er að krækja sig hérna í 140 stig, en við skulum byrja að rifja stöðuna á Íslandsmeistaramótinu. Hún er þannig að Ragnar Skúlason er í 1. sæti með 20 stig, Gunnar Pálmi Pétursson í 2., þá Þorsteinn Einarsson í 3. sæti, Steingrímur Bjarnason eins og áður sagði í 4. sæti með 10 stig og í 5. sæti er Gunnar Guðmundsson með 8 stig. Og staðan eftir 3. þraut er þannig að Guðmundur Sigvaldason í 1. sæti með 675 stig, þá Þorsteinn Einarsson, Gunnar Guðmundsson í 3., Rögnvaldur Ragnarsson í 4. og Ragnar Skúlason í 5. Og þá erum við stödd í 4. þraut. Það er Guðmundur Sigvaldason sem er fyrstur. Og hann er með forystuna með 675 stig. Það var eins gott fyrir hann að reyna að halda henni. Mikið af dekkjum og þeir þurfa að passa sig á því að vera ofalega og nýta svæðið sem brautin hefur til þess að taka það ekki niður. Það fór nú 1. Og fær 255 stig. Þá var það Gunnar Guðmundsson. Hann er í 3. sæti fyrir þessa þraut með 615 stig. Þá er bara að sækja sig veðrið og ná honum Guðmundi. Þarna beygir hann á seint. Bílinn leggur líka lítið á. En þarna gerir hann það sama, hann nýtir ekki rengdina til þess að bakka þannig að hann í raun og veru græðir ekkert á þessu. Svo bara rappar hann yfir dekkið eins og sönnum úrar sæmir. Það eru geysilega mörg stig sem menn tapa á þessu. Já, ef menn er að bakka þá þurfa þeir að nýta það. Og hann fær ekki nema 90 stig fyrir þessa þraut. Nú, þarna er
Stefán Gunnarsson kominn aftur. Eins og segja, hann nýtir svæðið sem hann hefur og tekur hana rétt utan í eitt dekk. Og hann fær jafn mikið og Guðmundur, 255 stig. Þá var það Þorsteinn Einarsson. Hann er í öðru sæti með 615 stig. Það er mikil barátta á milli hans og Guðmundar. Baráttan í götubílflokknum er geysilega hörð. Þarna sáum við okkur styrtilega næstur. Og stoppar á barðinu og fær 220 stig. Það var nóg beint á barið það sem var hæst. Þá var það Steingrímur Bjarnason, Íslandsmeistarinn sjálfur. Hann er oft mjög útsjónarsamur og les brautirnar vel. Nú sjá hvað hann gerir núna. Og var búinn að krækja sig hann í 2 dekk. Nú má hann ekki. Það verður að ná í eitthvað dekkjum. Sveinir, sko. Já. Og fær 270 stig. Hann fór aðeins meira til hægri heldur en hinnir og þar var barðið ennþá klift. Sem ég sagði áðan, hann les brautirnar mjög vel. Og Rökkvaldur Ragnarsson, bóndinn, er næstur. Hann les brautirnar eiginlega hvað einna best og virðist ná ótrúlegum árangri á þessum bíl því að það er leikgleðin í fyrir rúmið. Það er alltaf jafn gaman hjá Rökkvald að keppa. Baráttan í götubílaflokki er alltaf að aukast. Svo hefur bílarnir að verða jafnari. Gamli bronsinn fór þetta létt. Já, með glæsi bara. 270 stig fékk hann. Þá var það Ragnar Skúlason sem er hæstur á Íslandsmeistaramótinu. Sjáum hvað hann gerir. Hann hefur ekkert fyrir... Nei, Vanir menn. 255 stig. Og þá var það 5. þraut. Gunnar Guðmundsson er hér á ferð. Það er múrarinn sjálfur. Hann er kominn niður í 7. sæti. Sjáum hvað hann gerir í þessari þraut. Það getur oft verið dýrt að keyra niður mikið að dekkjum og stoppa og bakka. Þarna missaði stig við að stoppa og bakka eins og í öðrum þrautum, eða ekki? Jú. Þetta er óvenju löng braut. Keyrt yfir á og gras og dekk. Mjög fjölbreytt og skemmtileg braut. Núna er það dekkjaþrautin. Þarna er að gera að vera ákveðin en samt ekki of ákveðin. Það er að segja að sína fólki sem ég líka. Og smegið sér listilega fræði á dekkjánum. Og fær 240 stig, en þarna braut hann drífaða framann. Það dróði svona draglega það ekki. Já. Eitthvað verið á stöðskaftið. Auðvitað. Hann náði að krækja sig hann upp á barðið. Þarna er Stefán mættur. Stefán virðist að var farin að sýna af sig gömlu góðu tattana þarna miðbygg keppninnar og ég ætla að vona að ég fáum að sjá hann meira í sumar því að hann hefur greinilega engu gleymt og er alltaf jafn gaman að horfa á kallinn. Og hann er í 7. sæti eftir 4 þrautir. Þú tekur eftir, hann er ekki með neitt nitrókút því að hann er með aðstoðamann sem að þeir kalla nitrókútinn því að hann hvetur hann svo dyggilega, hann er á við 2-3 nitrókúta. Já, við sjáum hann með slökkutæki á réttum stað. Nei, þarna fer hann nú ekki lengra. Hann var ekki nógu ákveðinn. Og það er eina leiðin að draga þarna. Hann er alveg pikkfastur. Næstur er Þorsteinn Einarsson. Hann er í 3. sæti eftir 4 þrautir með 835 stig. Já, ég kalla hann bara Þorsteinn III, hann er í 3. sæti til Íslandsmeistari líka. Hann heldur sig við það sæti greinilega. Hann lítur nú ætlaður. Sjáum hvað hann gerir í læknum. Það virðist vera erfitt að koma honum upp úr læknum. Þetta er mjög krappur bakki. Og hann fer nú létt með það Þorsteinn. Leikur sér að þessu, tekur af þessu dekk, 2 dekk. Það var óþarfi hjá hann.
Hefði mátt vanda sig meira þarna. Því hann er á mjög vel smíðum bíl og er góður ökumaður. Já. Og fer í dekkjum. Hann krækir nú óþarlega mikið í dekk. Það er rétt. Hann hefur eitthvað miskilið þetta. Það á ekki að taka dekkin. Það á að sleppa við þau. Og fær 210 stig. Og þá er það Steingrímur. Steingrímur er í 4. sæti með 815 stig. Þarna sjáum við muninn á því að vera með beinskiptingu og sjálfskipt. Hann fara svona snuð á kúplíkunni meðan að Þorsteinn lét skiptinguna sjá þetta. Og sjáum hvernig það fer yfir dekkin. Það dugir bara að vera ákveðinn. Að vera ákveðinn, það er eitthvað sem Steingrímur kann mjög vel. Hann verður líka að verja Íslandsmeistaratitilinn. Það er ekki allt búið enn. Og tekur dekk í endamarkinu, fær 220 stig. Þá er það Rögnvaldur Ragnarsson. Hann verðist nú vera full lára framan. Þetta vill bronsin ekki, sko. Hann á ekkert að fara það niður. Enga svona vitlis, þetta á ekkert að vera svona kraft. Bara velja betri leiðir. Það var einhver búinn að setja dekk þarna á bakkann sem hann þurfti að fara í gegnum. Beglar hann frambrettið. Það er úr plasti, það réttir sig bara að sjá. Já. Þetta er svo trappinn og hann má alveg keyra á hann og svo lagast hann sjálfur. Hann fær nú ekkert fyrir þetta. Þetta kláraði hann ekki. Þá er það Ragnar Skúlason. Það getur orðið kraft þarna fyrir hann líka því að hann stendur svolítið fram í efsturinn. Ragnar er í 5. sæti eftir 4 þrautir. Gaman að sjá hvort hann ná ekki að komast ofar. Hann var nú efstur á Akureyri. Ragnar er á stórum og þungum bíl en hann vandar sig. Nú tekur eftir því að það er mjög lítið af dekkjum sem hann tekur. Það sem að jafnvel minni bílarnir hafa verið að raða þeim niður. Þetta er hluturinn, það er að þekkja bílinn sinn og vita hvar dekkin liggja og hvernig má síða í gegnum þau. Já, gerir þetta mjög vel og fær 240 stig. Þá er það Guðmundur Sigvaldason. Fer hann yfir lækinn? Það er spurning. Já. Er það bara aðeins, sko? Það er þrjóskan. Krækti nú í eitt dekk þarna á leiðinni. Þá er það stóru dekkin sem hann á að keyra yfir. Já, tekur litlu dekkin líka. Það er geysilegt af því þessum bíl. Hann á nóg eftir. Það er eins og sé bara svona rétt aðeins að sýna okkur pínu lítið af því. Og hann fær 210 stig fyrir þessa þraut. Og þá er það staðan. Guðmundur Sigvaldason er heldur 1. sæti með 1140 stig. Þorsteinn Einarsson í 2. sæti með 1045. Þá Ragnar Skúlason í 3. Steingrímur Bjarnason í 4. og Gunnar Guðmundsson í 5. Og þá er komið að aðalþrautinni. Það er 7. þraut. Og þá er keyrt yfir ána. Sjáum hérna Þorsteinn Einarsson. Keyrir þetta mjög vel. Hann fer þetta álíka vel og sérbúnu jeppanir. Þeir hafa náði að plana lengst á vatni með því að koma á góðri ferð á það, allt upp í 250 metra á götudekkjum. Og hann klárar með 301 stig fyrir þessa þraut. Þá er það Steingrímur Bjarnason. Hann hefur tid til að verja. Hann voru að gefa allt í. Hann er að vísa með minni vél núna heldur hann var með í fyrra en hann er búinn að ráða að bóta því svo í sandspyrnunni í síðustu helgi. Og þannig að ég á von á því að hann gerir stóra hluti á Egilsstöðum. Já, það er bikarmót á Egilsstöðum. Bikarmót á Egilsstöðum núna næstu helgi. Á laugardaginn. Og það eru með skemmtilegustu keppnir sem maður horfir á. Já, það er þar sem þið plana vatnið. Það er það sem þið plana vatnið og það er það sem við fáum að sjá mikið af og flest öll stóra tilþrifin. Og þá er það Rögnvaldur Ragnarsson.
nú ekki að fljóta eins vel og hann vildi eflaust sjálfur. Nei, en það var bara rétt að dýfa sig niður og halda áfram. Já. Gamli bronsinn klikkar aldrei. Það nú eftir að fara yfir aðra sprænu þarna. Já, þetta er Bronco. Þú ert greinilega hlýtt um Bronco. Ég meina, ég hef keppt á Bronco, Ford er mitt merki og hann fær alltaf mína aðtón út á það. Og blár í þokkamann. Já, tala ekki um það. Góðir ökumenn sem sína tilþrif þeir fá að vera bláir, annars verða það að vera rauðir. Sjáum hvað hann fær. Jú, það er góður tíma. Tekur að vísu dekk hana. Já. Og líka við með tilþrifum að vanda. Með 266 stig. Ragnar Skúlason. Ekki fer hann nú alla leið en fer yfir. Hann er í 3. sæti eftir 5 þrautir. Þetta er síðasta þrautin, sjáum hvað hann gerir. Þarna nýtur hann sín að vera á stórum bíl. Já, hann keyrir af skynsemi, hann beitir sig eitthvað, þannig að hann var ekki að taka neina áhættu. Bara að ljúka þessu örugglega og reyna að passa på að keyra engin dekk niður og þá ætti hann jafnvel að geta híft sig upp í annað sæti. Já, hann fær 307 stig fyrir þessa þraut sem er mjög gott. Þá er það Guðni Jónsson, hann er í 8. sæti með 555 stig. Þá er bara að keyra þetta. Nei, hann fer víst ekki lengra. Þetta vildi hann ekki. Nei, hann er blotnaður mikið hana. 56 stig fær hann. Þá er það Guðmundur Sigvaldason, hann er í 1. sæti með 1140 stig. Þá er bara að halda því og gefa bílinn. Jú, allt á öllum dampi. Eitthvað hefur nú blotnað en þrjóskast við að halda bílnum í gangi. Jú, það er, þannig notar hann skynsemina og fer rólega í það. En samt ákveðið og alltaf sér greinilega náði að halda þessu sætinu. Nú við skulum fylgjast með honum, klára þrautuna. Nú gildir að taka engin dekk og klára á sem bestum tíma. Jú, sem hann nú gerir og fær 311 stig. Þá er það loka staðan. Guðmundur Sigvaldason er í 1. sæti með 1451 stig. Þá er Ragnar Skúlason með 1352 í 3.